4 stig. Það komaði að Keflavíkur úr klikku á víti. Það er greinilegt að Erla og Marín hafa lagt upp með það að sækja á stóru leikmennina sína undir körfunni. Þær eru flinkar og geta skorað. Það er Sara og Sandra. Bolti voru ekki inn á engastinu. Það er skilyrði. Flóter hann í Anitu, gengur ekki. Brýtur. Það er bónus. Það er bónus, þetta er dýrvilla. Getur verið skynsamt að brjóta út af velli til þess að stoppa hraðahlaupið en ekki voru komin í bónus. Gefur 2 skot. Það er nú Anita Eva sem að smelli fyrir vitinu hann í. Flott vítanýtingi á Keflvíkingum í þessum leik. Setur bæði hann í. Mínútu eftir að fyrsta reglita. Ændur brýtur af sér og það er bónus hinnum við líka. Þannig að við færum okkur yfir að hinna vitiluna. Anita Carter setur þetta hann í. Hún er ekki skild Vince Carter, nýja Coach Carter svo þið viti. En smellir svo enga síður. Það eru konar í 2-3, frekar en 3-2 svæði, Njarðvíkingar. Já, 2-3 já. Æðlilega að þrá undir körfunni til að standa á móti í stóru stelpum í Keflavík. Skoklugan 7 sekundur. Það verður að fara að skjóta. Gera það, flóter og ekkert nema net hjá Anitu. Það er frábær innkoma hjá henni, 6 stig. Hún búið mjög sterk inn að leika. Á þessum 3-4 mínútum sem hún var að spila. Aftur í svæðið, þetta er sennilega 3-2, þær eru svolítið hrifnar af því. Já, það er rétt, já. Já, áhorfendur vildi fá 3 sekundur þarna. Katri var búin að planta sér þarna undir körfuna. 10 sekundur eftir. Nú þurfum við bara að enda á skoti. Já, og Keflavík stúrkur passa sig að brjóta ekki. Já, Keflavík má ekki brjóta sko. Og Anita með skot. Nei, gengur ekki. Flottur fyrstu leikluti. Þetta er flottur leikur. Stefnum nætti jafnan og spennandi leik hjá okkur. Staðan er 21-18, Keflavík yfir. Kannski ágefni fyrir Njarðvíkurstelpur að Ásdís er komið 3 villur. Aðrar eru í góðum málum. Já, Keflavík er það einungis Sandra sem er með 2 villur. Aðrar minna. Já, hún Anita er þess að stiga hæst í liði Njarðvíkur með 6 stig á þessum 4 mínútum sem hún lék í fyrsta leikluta. Þannig að þetta var flott innkomi á henni, flottur 7. maður hér á ferð. Svo er það Ásdís með 4 stig. Emilía með 4 stig líka og Guðlaug með 4 stig. Í fráköstunum er það Sara Dögg sem kom með 3 fráköst. En Keflavík hefur talsverða yfirbyrði á því sviði með 14 fráköst á móti 7 fráköstum frá Njarðvík. Það hafa talað yfirbyrðin í teig.
með þær. Já, þetta eru hávaxnar en hreyfanlega stelpur hjá Keflavík. Þannig að mér líst viljandi á Njarðvík að stilla vel upp eins og búin að gera. Þær stilla upp í hverju sókn nánast og spila langar og þolinmóðar sóknir. Og frábært að sjá svona unga stelpur gera þetta svona vel. Halda boltanum og láta Keflavík virkilega hafa fyrir þessu. Algjörlega, láta hafa fyrir að spila vörn, ekki bara taka fyrsta opna skot. Nei, hann missaði boltan út af. Eva Rós lá á línunni. Koma Keflavíkurstúlkur. Já. Það fór barða hérna. Lovísa næst í búin á stjálunum. Pappina Falur Harðarsson situr inn upp í stúku. Já, kemur Guðlaug aftur inn á. Það ætti að hjálpa þeim að stilla upp á móti þessari maður og mann pressu Keflavíkur. Þetta hættuleg sending. En vel gert hjá Anítu. Já. Hann bara að leggja hann hana. Þetta var óþarlega erfitt. Þraumaði boltan upp í stúku. Eftir að hafa stólað mjög vel hana. Nú eitthvað vesen með töfluna, sýnist mér. Allt átti út. Brian, turn it off on the right side. Turn it off. Slökk það á henni nýr. Brian Mills, leikmaður Stjörnunnar, hérna að reyna að redda þessu á töflunni. Já. Við fáum dómaraleikli meðan að vera að athuga þessi mál. Betra að hafa töfluna í lagi. Það er skemmtilega. Þetta hefur aldrei fyllt okkur í görfinni undanferði, sérstaklega þetta í Laugardalshöllinni. Já, það hefur gengið hálf illa þar. Það er alltaf vandræðalegt, sérstaklega í stórleikjum þegar að það er vesen á búnaðinum sem á að vera í lagi. Algjörlega. Þetta er leiðileg töf. En við hljótum að kippa þessu liðin fljóta. Já, formaðurinn komin í máli hérna. Þá gerast hlutirnir yfirleitt. Liðin ráður sínum á meðan. Það má sér geta þess að það er búið að vera nokkrir leikir í dag. Já, hér síðast leikur í 11. flokki. 11. flokki drengja, Grindavík og Njarðvík mættust í hörkuleik. Þessi Grindavík fór með sigur á Hólmi 77-66. Og Jón Axel Guðmundsson fór hamförum með 32 stig. Það er ekkert annan. 32 stig og 13 fráköst. Það er ágætis lína. Og í liði Njarðvíkur var Ragnar Helgi Friðriksson með 25 stig. En ef ég fer rétt með þá held ég hans sé sonur Friðriks Ragnarssonar. Greiðald efni það leiksnarandi. Ekki ólíkur bróður sinn. En það var á gott að staða aftur. Og Keflavíkurstúlkur komnar í sókn. Þá tekur Ingun Embla við leikstjórnendastöðinni. Hérna er nú brotið á henni. Það var harður árástur þarna. Já. Njarðvíkurstúlkur enda með boltann. Hann stillir upp. Stellið þeim upp í flexi. Sjáum hvað þeir fá. Eva Rós
kemst frá sínum manni og upp í leigafið. Sýnst að fengi hérna hné í lærið og leiðinu upp. Núna 2 skot. Á Keflavíkurstúlkum þá kemur Thelma Lind aftur inn. Það er ekki að ganga á vítin hjá hann Efurós. Það átti ná að setja það með seinna. Nei, nú klikka núna á fyrstu 4 vítum sínum. Vel gert. En Leifur klikkar. Klikkar hann á vinstri. Broti á Guðlaugu. Það gerir Ingunn. Fær sína aðra villu. Vel hetsa á skrifinu þarna, en þetta hefði aldrei hægt að vera villa. En skokklukar rennur út, Keflavíkurstúlkur á boltann. Það gengur lítið að skora hérna í byrjun annars hluta. Já, eftir að hafa komið í þessa 30 svæðisvörn hefur Keflavík Það er 2 núna síðan þar. gengið frekar illa að skora. Hvort það skoraði þarna úr 2 vítum eða einu fyrsta leikluta eftir að það skiptu, en annars hafa ekki skorað körfu held ég. Nei, hafa ekki skorað þessar fyrstu 2 mínútur hérna í öðrum. Já. En Njarðvík er á sama tíma ekki að ná að setja hann. Þetta er svona smá stíft núna. Villunar hrannast upp þarna við. Já, Guðlaug fiskar hann að villu. Þriðja villan í þessu leikluta á Keflavík. Nú kemst hann á vítalínuna. Það var fyrsta villan á hann Thelmu. Það gengur ekki jafnvel hjá Njarðvík á vítalínunni eins og á Keflavík. Þannig var það. Og við fáum leiklið. Keflavíkurstúlkur taka leiklið. Nú aðeins að skoða hvað að gera gegn þessu svæði hjá Njarðvík og fara yfir málin. Aðeins að róa þetta niður og... Já, þetta er ekki mikla ágjör af vörninu eins og staðinu núna, en sóknin er ekki að ganga neitt á hvoru við liðum. Axel Rós og félagar í Guns N' Roses allt upp í stöðunni hérna í leikliðinu. Já, kannski getum haldið áfram að fara yfir leikinn sem voru hérna fyrir í dag. Í 9. flokki áttust við KR og Njarðvík. Þess að KR hafði 1 stig sigur. Þetta er ekki með töludæðan fyrir Ránveg. Vonandi fáum við svona spennandi leik í leik hérna. Ég trú að þetta færi alveg fram að 70 sekúndur. Þetta færi niður vírinn, svo að segja. Sandra Lind stígur út af. Það hefði gett að gefa eina aukasendingu viðbót, fengið enn opnar á skot. Það er sóknarfrákast af Guðlaugu, hún setur þetta. Aftur er svæðið mætt. Þetta gaf þrýst langt fyrir utan og hann dettur. Það var Ingunn. Ingunn nefnilega smelti þessum niðan úr bæ. Nú er að Keflavík komið í svæði. Já, bæði liðið komið inn í svæðisum. 2-3 svæðisins menn. Það laupa
hindrun hann á topnum og einhvern veginn kemur Guðlaugur sem bolta ofan í. Og Njarðvík núna í 30 sinni. Það er eitthvað svona það er sterk pívot þarna hjá Söndru. Hún er flink að koma hún von í. Já, hún er sterk og hún kemst þarna á vinstri hendina. Njarðvíkur stúlku henda boltanum út af. Já, bæði lið að breyta hérna fram og tilbaka taktík. Keflavík búið að vera maður og mann pressu ykkur og núna skipta yfir í sennilega 2-2-1 svæðispressu eftir skorakörfu í það minnsta. Það séu ekki samt í ykkur maður og mann pressu eftir innköst og annað. Það er líklegt að hafa verið í því í leiknum. Þarna með Galop og skot í horninu. En fór sjálf og skoraði. Já, alveg hárrétt að henni. Það er ekkert mál að fá þessi skot utan af velli en hún þarf að vera virkandi í teignum. Það meiðir Njarðvík mest. Guðlaug sækir. Galop í skot. Og þetta eftir. Erna Hákonardóttir kemur inn og smellir hann þrist. Minga munni í 2 stig. Fín skipta Erna. Telma eitthvað hikandi við að skjóta þessu. Arnur skref. Þetta er mikið baráttan í tegnum. Sandra og Eva Rós var hann í góðum slag. Sandra á að gera meira af þessu þó það ekki gengi núna. Það er búið að ganga vel í leiknum að fara inn á hana. En tapar Njarðvík boltann. Og Keflavík með hraðaflög. Geigar. Njarðvík að það. Við fáum hraðaflög strax tilbaka. Það er Guðlaug. Fer upp í leið og smellir í. Hún er komið 6 stig í þessum leikum. 6 í röð. Komið mjög sterk inn aftur og Keflavík stúlku tapar boltann. Við sjáum alltaf mikið að töpum á boltum hérna þegar liðin að koma upp með boltann. Aftur koma þær í 2-2. Svæðispressuna sína. Það er leysað hann frekar auðvitað. Það eru búin að undirbúin sig fyrir þetta greinilega. Erna aftur með 3 stiga skot, hittir ekki þetta sinn. Flott sending. Ellefi klikkar en það ná að fylgja. Það var Anita Eva sem fylgdi hana vel eftir. Og aftur verið Erna í þristinn. Það Geigar núna. Það er getað komið þeim yfir hérna. Þetta er flott, fá bolta fyrst inn í og þá farið opið skot fyrir utan. Þetta er allar komnar í gólfið. Það er uppkast. Og Njarðvík á boltan. Eða hvað? Nei. Keflavík á boltan. Skipting á Njarðvík. Anita Carter kemur aftur inn og Emilía Gretarsdóttir. Og Lovísa Farsdóttir hjá Keflavík kemur inn fyrir Telmu. Og flottu crossover hérna og sterkt jumpstop. Glæsilega gert það nú. Þetta er bara að klára hérna. Já. Sjáum að Keflavík er komið 4 liðsvillir hérna í leiklutanum en Njarðvík er ekki aðeins búin að brjóta að sér. Það er bara að kasta á millið hana. Já, þetta er vel gert þeim. Fá nokkra sendingar í þetta er flott. Keflavík svinga boltar hérna kantar á milli. Ó, já. Þetta klárar Sandra, núna með hægri. Erna enn eitt opið skot og hún smellir inn yfir, rétt fyrir inn að þykistalínuna. Minga munnin aftur í 2 stig. Við erum að sjá að fallega bolta með fyrir hérna hjá henni Ingunni.
rosalega öflugur leikmaður hún Ingunn. Það er gaman að sjá stelpur sem að kunna höndla boltan. Og er ekkert feimna við að setja henni í gólfið þegar það á við. Hún setur fyrir vitið. Og það setna. Keflavíkurstúlkur halda áfram að smetla vitinu sínum. Það er góðs viti. Það getur skipt miklu máli upp í staði. Og það er skotið upp í stúku hérna. Það var Sara Rún. Það sendi þennan aftur heim. Guðlaug fær í sig 2, sendir hún til kant. En Keflavíkurstúlkur stela boltanum. Þarna er Sara Rún með sóknarfrákast og klára þetta og fær vill á ekki. Keflavíkurstúlkur eru gríðarlega sterkar inn í teig. Og halda áfram að setja vítin. Keflavíkurstúlkur var inn á aðvörun fyrir að halda boltan ekki vera eftir von í körfuna. Þetta voru skref. Komst upp með hann Guðlaug. Og Anita fer milli tveggja. Flóturinn klikkar. Þetta er skemmtilegt skot hjá Anitu. Já, þetta er fallegu flótur sem hún er með. Fallegu bogi og var að setja henni í fyrirháleik. Nei, fyrsta leik þetta segir. Og þá kemur Ingunn með einn bara frá Olsen held ég. Já, munurinn orðinn 10 stig allt í einu. Þetta er fljótt að gerast. Skynsaman Eiríkur núna. Setja upp og finna gott skot. Nú er hann opinn hann undir körfunni, en það taka þristinn. Sara með frákastið og Ingunn. Ekki smá hraði á henni hana, hún endar í gólfinu. En það er svona í lagi. Það vantar ekkert upp á hraðinu hjá henni Ingunni. Og þá taka henni Eiríkur leikið. Já, Njarðvík ætlar að fara aðeins yfir sín mál og athuga hvernig þeir eru að leysa þessa svæðisvörn hjá Keflavík. Þetta er ágætis blanda af pressuvörn og falla svo niður í 2-3 svæðisvörn og það getur verið svolítið erfitt að leysa þetta, að vera að drífa sig við miðju og eiga svo að taka þolinmóð og langa sókn eftir það. En það er mikilvægt að nýta skókleikuna svolítið og láta Keflavík spila vörnina. Þarf svo að gera það sem að Njarðvík eru góðir í að gera, sem er að keyra á körfuna og finna opna manninn fyrir utan. Algjörlega, þetta í fyrsta auðvitað voru að sjá Njarðvíkurstelpur mjög oft komast alla leið upp í körfu. En Keflavíkurstúlkur hafa náð að koma í veg fyrir það. Og samanskapið þurfa Njarðvíkurstúlkur að fara að gera eitthvað inn í teig móti stóru stelpunum á Keflavík. Sara og Sandra hafa reynst ansi erfiðar þarna inn í teig. Og Ingunn setur vítið. Ég held ég væri rétt með að það hafa bara klikkað einu víti hingað til. Já. Og ég jinxaði það ekki, hún setur líka seinna. Þetta var flott. Fá boltan hérna, herra upp völlin úr innkastinu, ef það hafi ekki gengið upp í þetta sinn. En þetta er rétt hugsun, það kom að fram í fyrstu línunni í pressunni, en akkurat. Þá kom léleg sending. Það voru svolítið að grípa hann hérna út í horni alltaf. Nú er það að koma eftir ára móti 2. Þetta er að klára.
Já, Guðlu klárar þetta, eða hvað? Nei. Góð ekki að börntöku. Anita Eva alveg með þetta hreinu. Róar þetta niður. Fær galop í skot fyrir hann á Lovísu sem fyrir af. Eva rúm með rákastið. Opið skot. Hafna dettur að koma að því. Erna setur þrist. Það þarf ekki mikið að hvetja þessar stelpur til að skjóta. Það eru alveg ófeimnar. Góð vörn þarna. Anita stál þessum. Hún ákveðin og Guðlaug alla leið. Þessi hefði þurft að detta. Það hefði verið gríðarlega sterkt fyrir að setja þrist og fá strax 3-point play á eftir. En nú á 2 skot. En Erika stúlkum sem ekki gengið vel að nýta vítisvín í dag. Það þurfa að fara að gera eitthvað í því. Keflavík rótar hérna á leikstjórnendum. Telma kemur aftur inn. Og það kannski sýnir okkur hversu öflugt þetta Keflavíkurlið er. Telma er eina sem er á sinni síðasta leiktíðanbíl í unglingaflokki í þessu Keflavíkurliði. Það má eftir ólíkvægt að fá að Keflavík aftur hérna á næsta ári. Það er eiga nóg eftir í unglingaflokki þessar stelpur. Já. Það var eiginlega undarlegt annað. Þannig að enn eitt frákastið. Nú er Sandra. Finnur Anitu. Taka handoff hérna. Glæsileg vörn hjá Guðlaugu hérna. Eva Rós með boltan. Boltan undir kant, út í horn. Það er að reyna að hreyfa boltan á móti svæðinu þar. Og með því lýkur fyrri hálfleik. Keflavík stúlkur hafa náð 8 stiga forystu, 42-34. Hjá Keflavík er Sandra stigaðist með 12 stig, Ingunn og Sarún hvor með 10, Anita með 6, Katrín og Telma 2 hvor. Já, Njarðvíkurstúlkum er Guðlaug stigaðist með 13 stig og átt mjög öflugan annan leikilda. Og Erna komin að bekknum með 7 stig, Anita með 6, Ásdís og Emilía er með 4 hvor. Boltinn í beinni með Mílu og Sport TV. Míla, lífæð samskipt. Okkur hefur lengi dreymt tímaflakk. Þegar Einstein sýndi fram á að tíminn væri afstæður, urðu ferðalög til framtíðarinnar bara tímaspursmál. Öllu flóknara var að ferðast til fortíðarinnar. En ekki lengur. Sjónvarp Símans hefur nefnilega breytt fjarstýringunni í tímavél. Þú velur sjónvarpsstöð, smellir á á fjarstýringunni og getur valið dagskráliði allt að sólarhring aftur í tímann. Grunn áskrift að sjónvarpi Símans fylgja 7 erlendar rásir, aðgangur að Skjá Bíó með yfir 5.000 titlum og möguleiki á áskrift að öllum íslensku stöðunum og 80 erlendum. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan? Smelltu bara á og flakkaðu aftur í tímann. Síminn. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag. Ég man þegar ég var lítil stelpa og fór á pæjumóti í Vestmannaeyjum. Ég eignaðist fullt af góðum vinkonum og manni leið eiginlega eins og maður væri að fara að spila HM með EM. Það var alltaf draumurinn að spila með landsliðinu og ég er mjög stolt af því að hafa komist hingað. Það er gaman að sjá þessar ungu fótboltastelpur og hvað það er frábær efniviður í íslenskum kvennafótbolta í dag. Komdu og sjáðu glæsilegt úrval af LG-sjónvörpum í hátækni. Hlaðin tækninýjungum eins og Smart TV, Cinema 3D, innbyggðu Wi-Fi og fleira. Þú færð LG-sjónvörp í hátækni, Ármúla 26. Þetta er að koma hjá stráknum.
Ekki snúa hnakknum öfugt. Sísí, ertu þarna? Frábært. 10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Sýndu mömmu. Tal. Svona á samband að vera. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. Frá þeim sem færð okkur Alice in Wonderland og leikstjóra Spiderman þríleiksins. Am I dreaming? You're in Oz. That's my name. Everyone calls me Oz. I shall be your loyal servant. My bag, monkey. You're the only one strong enough to save us all. Just because she jumped off the cliff, you're gonna jump off the cliff? I have wings. That's not funny! Oz, The Great and Powerful, frumsýnd 8. mars. Vissir þú að það eru 9 A-landsliðsmenn í handbolta sem spila allir í A6? This way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Sjónvarp Símans hefur breytt fjarstýringunni í tímavél. Mistur af uppáhaldsþættinum þínum áðan? Smelltu bara á I og flakkaðu aftur í tíman. Síminn.
Jæja, þá hefst leikurinn 9. Njarðvíkurstúlkur byrja með boltan. Guðlaug sendir við Ernu, aftur á Guðlaug, topp. Sendir hann á milli sín og Erna finnur opið skot sem gengur ekki. Það Ingunn sem tekur frákastið. Og Guðlaug stelur boltanum. Hikkartarskot hjá henni Anitu. Það gefur. Glæsilega gert hérna, flott sending. Og Telmaninn gæti ekkert gert annað en að brjóta á henni Ásdísi. Ásdísi komin aftur hérna inn eftir að fengið 3 villur snemma. Þetta flink stelpa og mikilvægt fyrir Njarðvík að hún haldi sér á vellinum og passi sér svolítið í þessum leikluta. Hún má helst að fara í gegnum hennar leikluta á þess að brjóta af sér. En hún er mjög kappsöm. Það getur verið svolítið erfitt að halda aftur af sér og getur erfitt að finna þetta jafnvægi þarna á milli. Og svo sýnist mér að vera að dekka Söru hérna, getur það verið? Já, vissi það. Það er ekki auðvelt verkefni. Nei, hún er hérna 20 cm lægri eða 10 og... En Sara tekst hann ekki að skora á hana, ekki þetta skiptið. Og talsvert léttari en já, Keflavík ekki alveg að nýta sér það. Já. Þetta er mjög sterk innkoma hérna í Ásdísi. Fær hérna körfu góða á leiðin og línuna, getur bætt við einu við, getur minnkað niður í 3 stig. Skrúast upp úr. Tvöfaldi hindrun upp á topp. Já. Þá lítið út úr því. Áfær Ingunn í knatrækið, en tapa boltanum. Flott vörðin hjá Njarðvík. Guðlaug hleypur sig á vandræði en leysir það skemmtilega hana. Og munurinn er komin yfir 2 stig. Þetta er ekki lengi að gerast. Nei. Keflavíkurstelpur eru svolítið búin að stela boltanum mikið í staðinn fyrir að spila þetta örlítið meira með fótunum og vera þolinmóðar. Við vitum að frákastin eru þeirra. Það voru miklu öflugri frákastarar í þeirra liði. Já. Við sáum töluðin í hálfleik þar sem að Keflavík hafi tekið 10 frákastum meira heldur en Njarðvíkurliðið. Það eru 26 frákast gegn 16 frákastum Njarðvíkurliðsins. Þarna fær Njarðvík galop í skot og það skrúast upp úr. Munurinn helst þetta í 4 stigum. Villa frá bolta á Ernu. Það voru þarna eitthvað að ítast. Það er Erna og Ingunn Embla. Enda með því að það er flautað á Ernu. Og Keflavík á boltanum. Enn er að ná sóknarfrákastum. Þetta er... Ef Njarðvík ætlar að vinna þennan leik þá verða þeir að fara stífa upp í frákastum. Já, Sandra boltanum á krafti en skotið gengur ekki alveg upp.
Guðlaug kemur upp á hindrun en skotið dettur ekki. Gott skot, tenga á sigur, opið skot. Það er ekkert að glæða við það. Upp á það að glæða. Það er sérlega gert. Já. Það er kraftur í Guðlaugu hérna þessu stundina. Það er bara gaman að sjá Njarðvík hlaupa völlinn, keyra vel á körfuna. Þær eru að fá svona annarkvort hraðablaup eða svona sko eitthvað secondary svona annarri bylgju. Komast á körfuna og annarkvort að fá layup eða fiska villu. Það var það sem var daldið að voru að gera í fyrsta leikluta og fór hann frá því í öðrum. Það hægðist aðeins á leiknum sem var klárlega að Keflavík í hag þar sem þær eru sterkar inn í teig. En nú munum við ekki nema 3 stig og þetta er bara hörkuleikur. Það er alltaf eins að ræða málin, Erla og Marín. Tala við sína stelpur og sjá hvort það geti ekki aðeins hægt á sáhlaupi Njarðvíkur. Já, hérna fyrir dag var líka byggjumsleikur í 10. flokki stúlkna sem að Haukar lögðu Keflavík 55-41 sem Þóra Kristín Jónsdóttir setti 20 stig og Silvía Rún Hálfdánadóttir 16. Það hlýtur að koma svolítið óvart þessi úrslit. Þarna er og það kemur nú reynir alltaf óvart ef að kvennalið Keflavíkur er að tapa leik. Það er nú bara þannig. Þóra Kristín valinn MVP í þessum leik. Flottur leikur í henni. 9 fráköst auki, þar af 6 sóknarfráköst. Hún hefur verið ill viðráðanleg. Það er eitthvað við þessar stelpur í Keflavík. Það er éta fráköstin hennilega í morgumat. Enn og aftur Sandra. Hann opinn að fá ekki villu. Og Sara tók sóknarfráköstu en náði ekki að klára. Eva Rós náði loksins frákasti fyrir Njarðvík. Og Keflavík geymir ennþá svæðisvörnina sína. Falleg sending hérna, vel gert. Æ. Góð barata og hver enda með hann? Það er Ingunn eða ekki. Jú. Klára það. Já. En já, við glemdum að minnast á það, að Ingunn fekk svona 4. villu hérna á samkvæmt töflinni. Og Guðlaug heldur að skora. Hún skorar þetta í tegnum áfram. Já, það var leiðilegt núna. Þetta var eitthvað skrítið. Ingunn er með 3 villur en ekki 4. Gott mál. Guðlaug hérna lítur á þjálfarann og aðtöga hvað hann á að kallar hérna. Kallar Horns. Eva Rós, opið þykirtarskot eða sendingu, gefum henni það bara. Þetta var alveg mjög góð sending. Já, þetta var glæsileg sending. Og þá er brotið á henni Söru. Já, Keflavíkur er að hætta þessu. Þá kemur Lofís á fals inn á fyrir hann Ingunni. Þarna virtist þetta ekkert verið í gangi á Njarðvík þegar að Keflvíkingar brjóta á og senda þær á línuna. Já, og eru komin í bónus næst. Þetta var 4. liðsvilla á Keflavík. Og 3. villan á Söndru. Og leikunni jafn. Og Ásdís heldur áfram þessari sterku inngómi sinni inn í seinni hálfleik. Já, hún er bara baráttu í jaxl. Hún er alveg gjörsamlega breytt eftir að koma inn á. Hún langar að vinna þennan leik, það er greinilega. Erna klikkar á 3, Sandra með frákastið, finnur Söru. Þetta er Karfa. Nei, hún klikkar. Við höfum oft séð hann að Söru spila betur en hérna framan af þessum leik. Hún er nú þó hún sé búin að setja nokkra körfur. Það er bara það svakaleg barátta hérna. Hún er bara það öflug að maður ætlast þess að
Það sé allt onni hjá henni en hann fram með þetta. Keflavíkur fá boltann hérna. Örinn bendið var þeirra megin. Og Lofi sem var vill á Ernu. Og það er hennar þriðja. Leili Hardy er ekki pansátt með það. Og Guðlaug kemur aftur inn á. En er ykkur stúlku. Já, stutt pása. Það er rétt vekka að anda tvisar og svo bara inn á aftur. Góð vörðan það hefði Njarðvík. Eva Rós náði hann að trufla þær. Hún fóði vantarlega flóter, nei, hún stoppar. Finnur Efi Rós, sem nær söndur upp í loftið. Og það er á línuna með hana. Það er bónus, það er 2 skot. Það er því ég haldi. Jú, það er bónus, 2 skot. Björgvin með þetta allt saman á hreinu. Eva Rós hefur ekki gengið vel á vítalínunni. Klikkaði á 4 vítum í fyrri hálfleik. Þarna er að koma, hún má styrta sig af. Kveikir í netinu. En setna er af. En Njarðvíkur stúlkur eru komin hérna yfir í fyrsta skipti í langan tíma. En þetta er ágefnum fyrir Keflavík að Sandra var hann að fá svona 4. villu. Sandra komin út af. Skóklukkan að renna út. Þegar að smetla hérna þrist. Þannig að Anita Eva sem að smelti þessi þrist þarna á kantinum. Það var sterkt fyrir Keflavíkurstúlku. Það var smá plástur á blæðinguna þarna. Og Guðlaug. Eva Rós rífur þetta frákast en það er ekki að klára. Nei. Þetta er vel að þetta er vel gert hjá Ingunni þarna, hvernig hún keyrir boltan upp og vörnin fær aldrei tíma til þess að koma sér fyrir. Faðmar hann að sér með eins og Manu Ginobili gerir í NBA-deildinni. Bara hendurnar utanum hann og keyrir hérna á milli tveggja. Já. Hún setur vítið. Og Ingunn þá eru stigahæst í Keflavík með 13 stig. Það er mjög jöfn stigadreifingin hérna á Keflavík. Hún setur bæði. Þetta getur reynst mjög mikilvægt að Keflavíkstúlkur eru að hitta vel á vítum sínum. Erna tæpa á að missa hann hana. Nei, Emilía meina ég. Nei. Þetta var dýrt. Já, ansi fljótflauta þarna fannst mér. Það eru með varum með hraðablöpen og þetta er 4. villan Ásdísi. Og Anita Carter kemur á velli. Og inn á kemur Ingunn Embla. Nei, Sara Dögg meina ég.
Ég hef hann ekki kallað spjaldið en 2 stig á Ingurinn. Sjá hana. Guðlaug. Þetta er frábært. Guðlaug er búin að vera óstöðandi í þessu leik. Hún kom með 19 stig. Það er gaman að sjá leikstjórnenda sem að gerir þetta svona á yfirvegun og skorar eiginlega öll sín stig og tegnum sko. Það er frábært að sjá þetta. Það er ekki að geta naga handabökinu við því hvernig það er að fara með vítaskotinu. Setur seinna skotið, minkar munni 5 stig. Lovísa kemur upp á 2 hindrun, það er ekkert upp úr því, aftur yfir Ingunni. Hún tapar boltanum. Hart strínan af Everós og rúlar inn, fær hann. Það reyna að finna hornið, góð hugsun en sendingin var aldrei nálægt. Hún var með 2 í sér, það var alveg rétt að losa boltan en hún náði ekki að finna hornið þarna. Þriggja skot, það er af. Emilía með frákastuð. Hann hægst á leiknum núna þessar mínútur. Já. Sjáðu hana. Ótrúlega seg. Þarna fannst mér nú farið í hendina á henni. Já. Hún er ekki sátt með dómarann hana. Hún er með hátt og gott skot og spurning hvort hann hefði bara skellt sér aðeins ákveðnir á körfuna þarna. Þetta er ekki auðvelt að mæta þeim hann undir. Hún er búin að eiga góðan leik. Engu að síður Guðlaug. Alveg frábæri. Það er ekkert grín að koma boltan fram í þessum handleikjum hana. Tókst í 3. tilraun. Fallegur snúningur. En flóturinn dettur ekki við Everós. En þyrkita skotið það ekki eigar. En neitt sóknarfrákvæmsting. Hún Sara. Hún driblaði niður klukkuna. 5 sekundur. Og opið skot í horninu. Það ekki eigar. Það fengur 2 góð skot hérna í síðustu sókninni. Keflavíkurstúlkur. En náði ekki nýtt sér það. Eitthvað við Lele Hardy að ræða við dómarleiksins. Já, hún er aðeins að segja hvernig hún vill hafa þetta. Hún vill væntanlega vera yfir. En já, þær þurfa að beita sér í þessum skotum þegar Keflavíkurstúlkur er að taka þessi skot að stíga út og núna er að veikarhliðin sem er svolítið að klikka. Þær eru svolítið að standa og horfa á boltan og Keflavíkurstúlkurnar hafa hæðina, það er bara þannig. Já, þegar þú ert minni þá verður að leggja meira í það að stíga út. Þú getur ekki treyst á hæðina í að ná þessum boltum. Einmitt. Það verður að nota skrokki. En ég hugsa að við fáum núna alveg magnaðan fjórðarleik í dag. Bæði liðið hafa sýnt að þau geta spilað alveg hörku fjórðarbolta og nú er allt undir. Við vorum að tala hérna á hann að vorum að segja frá úrslitum í 9. flokki drengja þar sem að KR vann Njarðvík með 1 stigi
eftir svaka comeback. Káringarnir voru undir hérna meiri hluta leiksins og hérna tókst á ævintýralega hátt að vinna upp og komast yfir. Hjá Káringunum var það Þórir Guðmundur Þorbjörnsson með 28 stig sem var MVP. Og það sem meira er að Kappinn tók 21 frákast í leiknum, þar af 9 sóknarfrákast. Það er tröll og tvenna. Það er ágætis tvenna. En fjórðarleikurinn byrjaður og það var Sara Dögg og Njarðvík sem byrjaði að setja þarna 2 stig, minnka munni 3 stig. Og Njarðvík byrjaði þarna sterkt. Það byrjaði leiklutina vel. Já, það byrjaði seinni hálfleikinn líka mitt. Já. Mjög sterkt. Já, nú ætlar Sara að láta aðeins að koma sér að hérna, hún ætlar að pressa á hana Eyrúnu. Ekki leyfa Guðlu að koma upp úr boltanum. Já, ég meina Guðlu. Mér líst vel á þetta hjá Keflavík. Hún hefur hæðina og hún hefur hraðan til að dekka hana, þannig að... Flott skrínað þarna, það er einhver vilja fá villu. En ekki löng stending. Það lenda þarna saman Eva Rós og Sara. Enda báðir í gólfinu og ekki grípur boltan. Keflavíkingar vilja fá villu, kannski skiljanlega, en ég veit ekki hvor skapaði snertinguna þarna. Nei, það er svona. Held að það hefði bara verið góð ákvörðun af Björgvin að dæma bara ekki neitt. Hérna er áreikstur. Skrín út af velli. Þetta getur gerst. Þetta getur verið sárt þegar höfuðin skella svona saman og hættulegt. Enda stoppa dómari leikinn strax. Eva Rós þurfti að hafa sloppið við Blóna sinna samt, eða hvað? Nei, hún hleypur hérna inn. Á skiptingu. Það er slæmt fyrir Njarðvík ef Eva Rós verður eitthvað frá því að hún er eins og einna helst geta staðið í þessum stóru stelpum með Keflavík. Og svo einna mestu burðin í það. En Emilía var að koma sér á línuna. En fyrraskotið er allt of stutt. Það er gaman að sjá hana keyra á körfuna þarna. Setur seinna. Stakk hana niður með vinstri þó hún sé ofta að spila með þeirra stöðunni á Njarðvík. Það var ekkert hik á henni. Stinga boltanum niður. Já. Nú gengur ekkert í sókninni á Keflavík. Enn einu sem er að tapa boltanum. Guðlu er að stríðinni Söru. Þarna allverulega. Þarna kemur Emilía bara upp með boltan. Henda frá Guðlu. Guðlu með sendingu og Ásdís klikkar. Keflavík enn eftir að skora hérna í fjórðarleika. Já, nú hlýtur Ingunn að skora. Nei, hún fekk ágætis lúka korfinu hana en það gekk ekki. Og Guðlu heldur áfram að stjórna leik Njarðvíkurliðsins. Það er hérna boltaendurinn. Nei, það tapar hann hana. Njarðvíkurstelpur verða að enda þetta með skoti. Þetta var klaufalegt. Missa boltan hana. Og Keflavík komin í staði flottasókn. Og vegna Guðlu hana og skotklukkan er að renna út. Lovísa. Nei, enn testum ekki að skora og það náði ekki að koma að skota á hringin í þessari sókn og ég held að sé rétt hjá mér að það er ekki ennþá bara að ná skoti á hringin í fjórðarleika. Það verður duglegar að tapa boltanum. Ég gett hann og Ásdís upp, klikkar, en Emilía með frákasti og jafna leikinn. Já, þarna voru Keflavíkurstúlkur svolítið staðar og kannski vegna þess að Sara er að dekka Guðlu þetta langt utan á velli að þá vantar kannski svolítið frákastara nær körfunni. Já, Sandra er út af, hún er í vitandræði.
Þarna fyrir Ingun alla leið, þetta var skemmtilega gert. Ingun eiga mjög flottan leik hérna fyrir Keflavík. Og sóknin flott hjá Keflavík þegar hún aggressív. Hún þarf að vera aggressív. Gulu tapa boltanum gegn henni Söru. Þá kemur Sandra inn og aftur með sína 4 villur. Sandra og Telma Lind kom inn á fyrir Lovísu og Katrínu Fríðu. Næstu mínútu skipta sköpum í þessum leik fyrir bæði lið að sjálfsögðu. Og Anita Carter stelur boltanum, brunar hérna fram með Ingunu eftir sér, fær kontakti en gengur ekki að klára. Aftur Emilia mætt. Og hún að skila hérna rándýru stigum hérna í fjórðarvíktan. Og Keflavíkur stúlkur horfa á hana, taka boltan fyrir fram að nefið á þeim. Hún grimm. Hann að lauma sig í þessi sóknarfrákast. Vel gert þarna. Íslega gert hjá Söru. Nú allt að gerast í þessum leik. Komið hátt tempo og flotta körfur hérna. Sara stígur eitthvað við. Vonum hún hafi ekki meitt sig hérna í layupinu eitthvað. Jæja. Keflavíkur stúlkur fá boltan. Það var komið flott á Söru hérna. Þetta hún hafði nú vitað upp í sig sökina hérna. Já. Það gerist að hluta leiknum. Anita Carter pressaði þetta stíft. Og villa á. Já, nú þurfa það bara sennilega að fara að sýna okkur þess að svæðisvörn aftur Njárvík. Keflavíkur er nú sem ekki búin að skora mikið í fjórðarleik samt sem áður. En það er haldið áfram að setja niður vítin, það er alveg til fyrirmyndar af línunni. Hvað er það búin að klikka úr einu skoti ennþá? Það er bara með 1 klikk. Við erum ekki að fá tölfræðina hérna fyrstu 3 leikundina. En í hálfleik voru það búin að hitta 14 og 15 eða hvað var það? Já, 14 og 15 í hálfleik. Ég held að það sé alveg örugglega ekki búin að klikka á víti síðan. Þá tekur Njárvík leiklega og það er forvöldilegt að sjá hvort það breyti einhverju núna. Já, ég ætla að gíska á svæðið. Já, ég held að það sé gott gísk. Stuðið eins í 1,12 á lenginu og það. Já, það voru hálfþreytulegar hérna inn á og svona virkuðu smá vonlausar hérna undir að síðasta Njárvík og þetta gæti verið það er með flotta 30 svæðisvörn. Það tóku það hérna í lok fyrra áleiks, tóku það mjög flottar upp og í byrjun seinni, ég veit. Já. Sem það voru í svæði. En núna er Keflavík aftur með Söru og Söndru hérna undir. Þegar Sandra Söndru er hleypt aftur inn á völlinu, hún er sem með 4 villur. Það er forvöldilegt að sjá hvernig Njárvík stúlkum testa eiga við þær undir körfunni. Þegar það báðar inn á. Það er alltaf að setja flexiðastæði hérna og gera það. Þetta hafa allir körfuboltamenn í Íslandi einhvern tíma að spila. Emilia hikar ekkert við þetta. Nei, hún lætur vaða, hún gengur ekki endaskiptið. Og Telma Lind tekur frákastið. Sérðu? Hún fer mjög grimm í alla bolta hún Anita. Þetta var frábær vörn hjá henni. Já, ég sá ekki villuna hana. Hún vissi að sendingin átti að koma hana og hún fór bara að sóta hana. Boltinn inn á Söndru, sem Ásdís á móti sér. Bakkar hann niður, hendur hann svo út. Og Anita Eva setur hann aftur á Söndru. Og hún pívotar hana að fara sér 3 sekúndur. Og það er svo lengi að þessu. Ásdís stendur sér náttúrulega frábærlega vel hana á mótið myndi körfunni. Já. Með sína 4 villur. Með 4 villur og... Já. Og sín 20 kíló eða hvað það er, sko. Þetta er alveg frábært. Já. Keflavík aftur í sókn.
Gengur lítið á Njarðvíkurstúlkum að skora þessu stundina. Löng send bananarsending hérna alveg yfir. Telmi Lind sem finnur Söndru. Jó, þetta voru skref. Tvíkur upp á allur pakkin sannlega bara. Vandarlega spurning hvort það sé kannski að vera það lengi út af hann að dotti úr rytma. Það gæti verið, já. Sjáum Eva Rós komin aftur inn á Njarðvík eftir áreksturinn hann áðan. Og Sara ætlar að halda áfram að stríða Guðlaugu. Í hættuleg sending. Telma Lansna. En hún náði ekki að halda sig inn á vellinum. Þannig að Njarðvíkurstúlkur fá aftur boltann. Það er Guðlaugu á móti henni Söru. Setur upp í kerfi. Það er hættulega þessar þversendingar sem við verðum að kasta. Og Emil er með skot á línunni, gengur ekki. Telma með frákastið. Hvað keira þér? Nei. Það er róa þetta niður. Sara í hóttunni í þryggjastæða skot. Það gengur ekki, Eva Rós með frákastið. Það er spurning hvort við fáum ekkert fleiri stig í dag. Þetta er bara gríðarlega spennandi leikur og taugarnar greinilega þandar hérna hjá leikmönnum. Kemur Guðlaug. Við fáum að sjá. Hún setur hann. Og Karfa góð og Villa. Villa nummer 11. Það er hún Sara. Og hún er að fá svona þriðju Villu. Það er nú ekki alvarlega en það. Hún getur minkað munni hérna í 1 stig en hún fá svaka lokamyndir í hennar legg. Þarna hefði ég haldið að Sara myndi frákastið á Ásdísi. Myndi ráða svolítið við hana Guðlaugu, en það virðist ekki vera. Guðlaug er flink í að skora þetta í tegnum. Setur baki í körfuna og snýr sér svo sterkt á hana. Eva Rós. Frákastið sjálf. Ekki dæmt. Já, Guðlaug hefur verið að skora flestum sín stig þegar hann er að keyra á körfuna. Allt í tegnum. Hún er ekkert að sætta sig við skotin fyrir utan, hún fer bara á körfuna. Og Eva Rós brýtur á Söndru. Sandra fer á línuna. Það var spurning hversu komið að klikki nr. 2 hjá Keflavík í vítunum. Nei, það eru pottið þar alveg. Það komaði, það datt eitt upp úr. Þryggjastammunni 3 mínútur eftir Guðlaug fer upp í erfitt skot en enn einu sinni er Emilí að lauma sér inn í sóknarfrákastið og klára þetta. Já, þær eru bara gleiminni, þær eru ekki að stíga út. Þannig kemur hún bara á ferðinni og... Þetta voru skref, já. Björgum þetta alveg á tæru. Og þá getur Njarðvík komast yfir. Sali rólegur hérna. Nei. Hæpinn sending. Keflavík og Njarðvík og hann boltaði við haldið. Já, þannig sýndist það nú. Það var mjög hæpinn sending. Þá fáum við eitthvað engalskerfi hérna með Njarðvík. Það er 10 sekundur eftir skóklukku. Ekki bara þarna uppkast. Og Keflavík fær boltan. Dæmdi hann uppkast á hann? Hvernig var það? Uppkast og innkast? Nei. Björgvin tók hann dóm. Tók það á sig. Ok. Þarna... Nú er þið svolítið að stoppa leikinn. Það er aldrei magnað að þetta er fyrsta villan á Guðlaugu sem er búin að vera mjög aggressív alla leikinn en hefur greinilega haldið sig inn að línana. Akkurat. En þetta var 4. liðsvillan á Njarðvík þannig að það er bónus næst þegar það er brot af sér. Já.
Boltinn inn á Söru og móti Ásdísi. Finnur hann aftur upp á hægpost. Sandar tekur skoti og sem geigar. Aftur fann Njarðvík séns. 2 mínútur eftir og það fær séns til að komast hérna yfir. Það fær í mósunni sitt. Fá hreyfingu á þetta svolítið. Og það er Guðlaug sem að þarf að skotklukkan að renna út og ræta á aða. Það gengur ekki. Það náðu ekki að... Já, ég hef viljað sjá það taka mósunni aðeins lengur. Það fóru svolítið fljótt þarna í eitthvað pikk og ról þegar að Emil hafði með boltan miðfyririnn sko. Já, það var aldrei sérstætt. En það er stress í þessu, það er bara komið hörku spenni í þetta. Það er 1 mínúta og 45 sekúndur eftir og leikurinn er nokkurn veginn jafn. Keflavík með 60 stig og Njarðvík með 59. Já, Njarðvíkurstúlkum er Guðlaug stigast með 22 stig. Emilía hefur sett 11 og farið á hamförum hérna í seinnáleik. Verið að taka sóknarfrákvöst og skila þeim ofinni. Það er mjög gríðarlega mikilvægt. Það er að komið bara inn í leikinn aftur. Ásdís er með 8 stig. Hún er búin að hanga inn á hérna á þessum 4 villum síðan í fyrri hálfleik. Já, akkurat. Og Erna er með 7 stig. Hjá Keflavíkurstúlkum er Ingunn með 18 stig. Sara Rún 16, Sandra 13 og Anita er með 9 stig. Anita Eva. Hvað heldur síðan var að sjá núna út úr þessu leikliði? Eru það að fara í svæði, eru það að vera maður og mann? Ég er ekkert viss að sé eitthvað mikið að fara að breytast núna. Ég held að... Það er að fara í sókninu á þessu bara? Já, bara sko að leyfa leikmönnum að ráða hvernig leikurinn fer. Ég hugsa að það verið þeir sem ráða úrslitum í þessu. Það er ekkert einhver svaka taktík hérna. Telma kemur sér á línuna, gott að sjá svolítið til hennar. Já, hún er komið sterk upp á þetta. Hún getur skorað bæði úr skotinu sínum og sótt á körfuna með fínan flóter og góði að finna opnamannin. En hún hefur svolítið haldið sér til hliðs í þessu leik. Þá er það að byrja að klika. Og ítum. Ekki er það búin að klikka út 2 í röð, nei. Jú, það klikka á 2 í röð, hann setur hérna aftur. Komin í gírinn að 9. Það er mætast ennþá þarna. Sara og Guðlaug. Það er magnað að sjá þarna mig þeirra sem getur eld leikstofn út á miðan völl. Já. Nú er hann Njarðvík sem á hann. Það var boltan undir körfu. Nei. Það var afskalega slögg sending. Sara keyrir bara á. Já. Á Njarðvíkstökum þar og fær villu. Ég væri til í að sjá Njarðvík gefinni Guðlaugu frí frá því að pointa í smá tíma. Þó var ekki neðan síðustu 2 að hvað gerist ef Anita kemur inn á og Anita setti hérna 60 í röð í fyrri hálfleik. Já, átti mjög flott endur. Já, hann lítið sér til hennar síðan en hérna... Og kannski erfitt bara fyrir Guðlaug líka þurfa endalist að bakstast við að koma upp með boltana á móti Söru sem að er hörku varnarmaður. Akkurat. Já, klikkað Ég held að verðum bara að segja það. Sara hefur svona nokkuð haldið aftur að henni eftir að hún byrjaði að dekka hana. Já, það er óvart að segja það. Og er að draga vagnir svolítið fyrir Keflavík þessa stundina. Boltinn inn á Eva Rós. Já. Yfir. Þarna er Eva með Ingunn í sér. Það er spurning hvað gerist þar. Þetta er sterk stelpa á Eva, sko. Já. Það er kraftur í þessu stelpu, hún fær alla leið. Minnkar með 1 stig, 50 sekúndur eftir. Flott varnarstaða þarna hjá Njarðvík og þær eiga boltan. Njarðvík getur komið sér niður, 40 sekúndur eftir. Guðlaug stillir upp. Spila á hefina á hjálpenni. Nú þarf hann að spila út og fá hann helst aftur þarna. Nú er hann með Ingunn í bakinu. 5 sekúndur á klukku. Og hún keyrir á hana. Og villa. Þetta var dýrt spaug. Frábær vörn hjá Söru að vera mætt þarna á hárréttum tíma. Ég var óheppinn að fá villu þarna. Guðlaug var hann örþreytt.
Hún fer á línuna og getur komið Njarðvík yfir. 22 sekúndur eftir hérna bikarúrslitaleik. Það verður ekkert mikið stærri vítin heldur en þessi. Og hann skrúast upp. Hún setur seinna. Ég held að það sé bóka. Já, hún búin að ná andanum og setur seinna. Já, ekkert nema neitt. Jafn leikur, 21,9 sekúndur eftir. Og Keflavík fær leiklega. Þær fá boltan inn á sóknarvellinum og mjög líklega nýta þær skotklukuna og ég myndi segja að þær fái boltan undir körfunni á hana Söru. Já, það er Sara eða Anita og sennilega er það hún Sara sem er reyna að leita til. En svo er spurningin með Njarðvík, þær eru í bónus og svona þessi austur-evrópski skóli er dálítið að vilja eiga síðasta skotið ef að maður veit ekki, nú er náttúrulega bandaríski þjálfarar, þeir eru ekki þekktir fyrir það, en austur-evrópski þjálfarar er þekktir fyrir það að brjóta í þessari stöðu og til þess að eiga sjálfur síðasta skotið, treysta frekar á sóknina heldur en á vörnina. Ég hugsaði að gera það ekki samt. Nei, ég myndi ekki leggja það núna, sérstaklega þegar það er svona lítið skorað í svona leikjum og hérna og eins og Keflavík hefur verið að hitta úr vítunum, þá er það ekki. Nei, ekki kannski alveg það. Ekki kannski alveg málið. En já, Keflavík eru hérna inn á, það er Telma, það er Anita Eva, Sara, það er Ingunn og Sandra. Það er Njarðvíkurstúlkum verða Eva Rós, það er Erna, Emilía, Guðlaug og Ásdís. Fólk er staðið upp í stúkunni. Ingunn finnur Söru, Anita Eva með boltan. Byttu nú við. Það er alltaf greinlega að eyða aðeins klukkunni. Ekki brjóta. Nei, það er alltaf ekki að brjóta. Ingunn konar stað. Kerir inn í. Sandra með boltan. Nei. Það er villa. Eva Rós er ekki sátt. Og ég sá nú ekki alveg, þetta var allavega ekki mikil villa held ég, en... Nei, en ég minna að Guðlaug fekk svona villu á hann náttúrulega. En hittir hann að máli, þetta var talsett nær körfunni og sterkur leikmaður að fara upp og jú. Já, þetta eru stór víti þetta. Það er af. 3,4 sekúndur eftir. Og Sandra tekur víti. Á Njarðvík leikli eftir. Hún setur setna. Njarðvík á leikli. Já, það er eitt leikli eftir. Þetta verður ekki mikið meira spennandi heldur en þetta. Einstís munur 3,4 sekúndur eftir. Njarðvík með boltan. Já. Er það Guðlaug? Er ekki líklegt að reyna að hlaupa eitthvað fyrir hana og sjá allan að hún verður allan að hlaupi af skíni, svo er spurning hvort einhver snúi inn eða hvað? Bara Njarðvíkur leið með marga góða skiptur og hérna það er ýmislegt sem að geta farið í. Auðvitað Guðlaug búin að vera lungin við að koma boltanum í gegnum hringinn í þessum leik en hérna jú, ef ekki að segja það og hérna ég ætla að giska á að það verði Ásdís sem að endi með boltanum sitt þarna. Þeir hlaupa kerfi fyrir Guðlaug en Keflavíkurstúlkur hljóta að leggja áherslu á að stoppa hana. Já. En Njarðvík fær allan innkastinn á sóknarvelli og það eru rúmlega 3 sekúndur eftir. Nóg tími til að skjóta sjálfsögðu, það er nóg tími til að grípa feika. Drippanum einu sinni, jáfnvel. Já, 2-3 jáfnvel. Já, og ná upp góðu skoti og hérna. Það er hægt að gera ýmislegt á þessum tíma. Derek Visserinn hann sýndi hann á þessum tíma og þarf ekki mikið tíma til þess að gera eitthvað. En Keflavík má brjóta. Já, það er eins að breyti stöðinni. Það er rétt hjá þér. Þannig að
ef það fara vel að því, þá er náttúrulega mjög sniðugt að brjóta núna og skafa ennþá meira á klukkunni en ef það eru klaufar við það, sko, að þá getur það verið... Endaði 2 skotum. 2 skotum eða ásetningsbroti, sko. Nei, henda frá sér boltanum. Og Keflavík er bikarmeistari í unglingaflokki árið 2013. Svakalega flottur leikur. Frábær leikur sem við fengum hérna í dag. Og sko Keflavík innilega til hamingju með bikarmeistaratitilinn. Svo við flækjum í tunguna með ennþá meira. Já. Njarðvíkingar spiluðu þennan flottan leik og geta borið höfuðin hátt. Það voru gríðarlega nálægt þessu. Þegar leikirnir enda svona með einstigsmun, þá fyrir maður að hugsa tilbaka hvert einasta víti og hver einustu villu, einasta layup sem klikkaði og sóknarfrákar sem maður náði ekki. Þetta er hrikalega sárt. Þetta er sárt. En þetta, þá var þetta ímyndið sér það er þetta sem byggir karakter og það er vonandi að þetta verði til þess að styrkja Njarðvíkurlið. Keflavíkurstúlkur spiluðu hérna bara svona nokkuð heiðstjórnan leik, maður hefur séð betra til þeirra en þær gerðu það sem þurfti til þess að vinna. Já, og sýndu hérna að styrkur undir körfunni skiptir gríðarlega miklu máli. Já. Hérna sá við leikmenn meistaraflokks Stjörnunnar setja upp pallinn. Vippa þessu fram hérna. Hlynur formaður, stjórnar svona mikið til röggsemi. Það var spurning hvort það verði Ingunn eða Sara sem að, já, eða Sandra jafnvel sem að verði valin. Já, maður leiksins. Já. Mér fannst... Ingunn framan af en þetta Sara steg svakalega upp hérna varnarlega. Ég held að það hefði svona gert gjafamunni í þessum leik. Það var ákveðin svona, að koma ákveðin svona högg á Njarðvíkurliðið þegar Sara fór að dekka hana Guðlu. Ég held að Guðlaug hafi komist einu svona vítalínuna eftir það eða hvernig sagði hvort það skoraði eina körfu og komst á vítalínuna en það hægði talsvert á henni. Hérna komaði Njarðvíkurstúlkur upp á pallinn. Taka við silfurverðlaunum. Og er hendi formanns KKÍ. Við fá hérna tölfræðin í hendurnar. Það munar þessi 10 frákast sem að Keflavík tekur á Njarðvík. Þeir taka 10 frákast meira, 48 mútið 38. Já. Og vítin, það er stór munur líka. 22 af 27 sem gerir 81% nýtingu hjá Keflavík. Já. Meðan Njarðvík er að hitta rétt 50%, 15 af 26. Þarna er 7 stiga munur á liðunum. Þær fá nokkurn veginn jafnmörg víti og Njarðvík er ekki að setja víti sem skildi en engu að síður. Flottur leikur hjá Njarðvíkur liðinu. Það er þröng á Keflavík að tapa 23 boltum sem er ansi mikið. Sýnir hversu góða vörður voru að spila. Keflavík tapaði þessar 23 boltum og Njarðvík 17 boltum. Þrátt fyrir að Keflavík hafi verið að pressa í leiknum. Já, akkurat. Þetta eru nokkuð tölfræði. Skynsamar stelpur og spiluðu yfirvegaðan leik í gegnum nokkuð háa pressu Keflavíkur. Þá er að Keflavíkurliðið Hannes mættur með gulli. Hannes og Kristi Reynisdóttir hérna, honum til aðstoðar. Já. Haukakonan Knáa fyrrverandi sem nú leikur með Stjörnunni. Stjarnan var að leggja KFÍ í gær, við getum sagt frá því í fyrstu deild kvenna. Kristín þar er lykilleikmaður í Stjörnunni. Stjarnan er komið sér þægilega stöðu þarna fyrir úrslitakeppnina í fyrstu deild. Akkurat.
hérna framan af vetri var KFÍ í öðru sæti og eftir Hamri og stendur í úrslitin en Stjarnan var eiginlega að vinna það sæti af þeim og þær fóru bara nokkuð auðvitað með KFÍ í gær, skilst mér, með yfir 20 stigum. Kjartan þjálfarið var gríðarlega stoltur í gær á sínum stelpum, kom því að framfæra á Facebook. Já. Duglegur íþróttamaður. Já. En þetta er virkilega flott lið hjá Keflavík. Þá er komið afhending á sjálfum bikarnum og það er fyrirlið sem tekur á móti á honum. Það er hún Sara sem tekur við. Þetta er væntanlega MVP-in hérna. Já, Sara tekur við MVP-bikarnum og svo er það aðalbikarinn. Bikarinn er farin á loft. Það var opinbert. Keflavík er bikarmeistari í úlingaflokki kvenna 2013. Já. Virkilega flottur hópur og góð samsetning. Frábæra skiptur, 2 frábæri leikstjórnendur og jafnvel fleiri góði leikstjórnendur í þessu liði þó þessi ekki í því hlutverki akkurat. Fáum við að sjá framan í þær. En já, flottur leikur að baki. Við óskum Keflvíkingum til hamingju með flottan sigur og bikarmeistaratitilinn. Þetta var glæsilegur leikur á begge hálfu og bæði leikir var stolt af sinni frammistöðu. Við þökkum bara fyrir okkur, það ekki Baldur? Það er ég. Næsta dagskrá er úlingaflokkur karla, hefst í undir smástund. Já. Takk fyrir okkur í byrji. Takk fyrir.